Góða kvöldið og velkomin í föstudagsþáttinn. Og María Páls okkar, hún í sumarfríi og ég ætla að leysa hana af. Ég heiti Rakel. Við ætlum að fara víðan völl í þætti kvöldsins. Til að byrja með þá komið til mín Áskell Heiðar og hann ætlar að segja mér frá 1238 sögusýningu Baráttan Ísland. Velkomin. Takk fyrir. Sögusýningin, segðu mér aðeins frá þessu. Já, við erum að starta þessu verkefni á Sauðárkróki og þetta sögusýning sem fjallar örlygsstaðabardaga og aðra bardaga sem voru á Sturlungaöldinni. Við erum að fjalla Sturlungaöldina og það sem gekk á þá. Vinnum með tímabili svona 1220 til 1262. Öll lætin sem gengu á þá. Öll lætin sem þá voru, flestir Íslendingar vita eitthvað þetta tímabil. En í stuttu máli þá þetta brast bara á borgarastyrjöld í landinu og við fjöllum svona þessum aðdraganda hennar, hvernig staðan var á þessum tíma, hvað var að gerast og síðan fjöllum við svona nokkuð náið þessar helstu orrustur og bardaga sem vill svo til að fóra mestuleyti fram í Skagafirði, því friðsemdar héraði þó. Já, nú til dags. Já, nú til dags á minnsta kosti. Þannig að þess vegna erum við nú að fjalla þetta hjá okkur og vinna með þessa sögu. Það auðvitað búið að vinna með þessa sögu á einhvern hátt í mjög langan tíma og búið að gera marga frábæra hluti en við erum að bæta í það inn í það. Og sérstaðan okkar að við erum að vinna svona svolítið mikið með tækni og sérstaklega hefur þetta þá verið í umræðinu vegna þess að við erum að vinna með þennan sýndarveruleika og þá tækni sem svolítið nýstafleg. Já, þetta safn verður rauninni sitt fyrsta sinna tegundar í rauninni, allavega á Íslandi. Já, eins og það já, við erum svo sem hógvær sem að þessu stöndum, þannig að við höfum ekkert mikið verið að segja að við séum stærst í heimi, en við erum hins vegar mjög leiðandi á verðum í notkun á þessari tækni, bæði sýndarveruleika tækninni þar sem þú færð gleraugu og þú færð stýripinna og færð í vesti og ert algjörlega með í bardaganum, það svo örlygsstaðabardaga. Þú verður bara bóndi og farið að kasta grjóti í fólk. Já, þú bara tekur þátt í fyrst ferð í svona örstuttar æfingabúðir og síðan ferðu bara í bardagan sjálfan. Hvernig þessu æfingabúðir? Já, það hægt að kasta grjóti og spjóti í skotmark og það enginn að berjast við þig, en síðan rauninni sogastu inn í þessa atburðarás og ferð með Sturlu niður á Örlygsstaði og ert sínst í liði með Sturlungum og tekur þátt í bardaganum, færð skjöld og grjót og spjót og verður bæði að verja þig og taka þátt í bardaganum. Þannig þetta sem sagt runni það sem nýstaflegt í þessu að þú ert ekki bara að horfa á eitthvað eða fylgjast með einhverju heldur ertu beinlínis gerandi í bardagan, þannig að þú ert að taka þátt og það sem við leggjum svolítið áherslu á. Heldur að þurfi nokkuð að útskýra þetta eitthvað fyrir útlendingunum að þetta sé nú ekki svona lengur á Íslandi? Það getur vel verið þessi ágætt að taka á fyrirbyggja allan misskilning að við séum mestu hægt að henda grjóti hvert í annað og það allt saman. En þetta auðvitað tímabil sem var auðvitað, það var blóðugt og það var að mörgu leyti fyrir okkur nútíma fólkið óskiljanlegt hvernig þetta gerðist og hvernig þetta þróaðist út í það að bara bændur og búalið reið milli héraða og réðst á aðra. Já, það er erfitt að skilja það í dag allavega. Mjög erfitt og við reynum svona aðeins að útskýra til dæmis hvernig þessi svona, já, þá siði og venju sem þarna voru uppi. Svo er líka alveg magnaður sjóorrusta, flóabardagi. Takið þið hann ekki líka með? Jú, við fjöllum líka flóabardaga og þar erum við með aðeins aðra tækni sem kallað augmented reality eða svona viðbótarveruleiki sem nú ætla ég ekki að hljóma eins og okkur tæknisérfræðingur en það eftir sem sagt með spjaldtölvu yfir landslagi sem við erum búin að búa til sem þá auðvitað Húnaflóin og þú í spjaldtölvunni fylgist með bardaganum spilast út og tekur þátt í honum, sérð skipin og getur aðeins verið með í flóabardaga. Þannig að það er svona annars konar upplifun en svo erum við líka til að fyrirbyggja nú líka misskilning þá erum við líka með svona hefðbundnari nálganir í sýningar miðlunis bara texta upp á vegg og þess að þú getur líka komið og lesið í gegnum þetta og skoðað myndir og annað þess að og notið þess að vera þarna án þess að vera án þess að vera einhver tölvuleikja áhugamaður eða eitthvað slíkt. Þetta sannarlega hugsað fyrir alla aldurshópa og alla sem hafa áhuga á þessu yfirleitt. Þannig að þetta ekki heldur það að þú sért að fara inn í einhverja
veröld sem bara óþægilega eða eitthvað slíkt, sko. Nei, einmitt. Og svo nú margt fleira, það líka veitingastaður og verslun og ýmislegt. Já, við erum að búa til svona svolítið heildstæða upplifun úr þessu öllu saman, þannig að þetta verði góður áfangastaður fyrir gesti sem vilja koma til okkar og við viljum auðvitað bæði þjónusta þá sem eru nú þegar á ferðinni í kringum okkur þarna, kringum Sauðárkrók og kannski hafa ekki verið að stoppa, en líka fá nýtt fólk á krókinn til þess að svona stækka þá köku sem er til skiptana þar í ferðaþjónustunni. Þannig að við ákvaðum að vera með svona pakka sem þá að þú getur fengið léttar veitingar á opna tíma safnsins þarna hjá okkur og þar erum við að horfa sérstaklega til svona að vera með mat úr héraði eins og hann kallað. Já. Og leggjum svolítið mikla áherslu á það að vera með norrlenskar afurðir og mat úr héraði og bjór og annað úr héraði. Síðan erum við með þarna litla búð sem er þá svona til að byrja með einhvers konar minjagripaverslun, kannski tengt þessu tímabili og í sama húsi líka í gömlu gránu eins og við köllum það þarna á Króknum, þá rekum við líka upplýsingamiðstöð fyrir ferðafólk í samstarfi við sveitarfélagið. Þannig að við vonum að Grána verði svona nýr punktur fyrir sem allir verða að koma í, sem koma í Skagafjörð. Svolítið miðstöð og auðvitað viljum við sem flestir sem koma þangað inn kaupi sig inn á sýningunni hjá okkur en það er ekki skylda. En við viljum líka reyna að upplýsa fólk og dreifa þeim sem víðast Norðurland og áfram og líka kynna fyrir þeim að þeir geti farið og skoða þessa sögustaði eins og Kakkalaskála hjá Sigurði Hansen og fleiri staði sem tengjast þessum sögum og öðrum sögum. Og þið viljið kannski lokka fólk til þess að fara nú þver á fjallið og taka krókinn. Já, taka krókinn. Og fara þá leiðina, þessa norðurstrandaleið sem er mikið í tali núna. Þið eru þáttakendur í því. Já, við ætlum að taka þátt í þessu Arctic Coastway ævintýri og markastofunni og öllu þessu samstarfi á Norðurlandi og leggjum mikið upp úr því að reyna að plata fólk út af, eða ekki plata, fá fólk út af hringveginum við Blönduós og inn á Þverárfjallsveginn og taka þannig krókinn, koma til okkar og vera þá auðvitað með bara alla möguleika að opna og fara aftur inn á hringveginn inn í Varmahlíð eða þá halda áfram Norðurstrandar leiðina yfir á Siglufjörð eða eitthvað slíkt að fá fólk út af hringveginum, að minnstakosti hríð og kíkja til okkar. Það hljóma vel og þið opnið á morgun. Já, bara eftir áætlun. Þetta er fyrsta helgin okkar sem við verðum með bara fullan rekstur. Við ætlum að vera með opið frá 8 til 6 alla daga í sumar og síðan 9 til 5 þegar að fer að vetra og þetta verður opið allt árið og alla daga þannig að það er bara lífið fyrir framöndan. Já, þá bara hvetjum við alla sem hafa áhuga á þessu og jafnvel sem ekki hafa áhuga á þessu til þess að koma og kynna sér málið og jafnvel kasta steini í bónda. Já, endilega, bara koma og kíkja á þetta. Við ætlum að reyna bæði að upplýsa fólk og fræða það þessa sögu en líka leggja áherslu á að vera með hafa þetta skemmtilegt og áhugavert að skoða. Já, það er mjög sniðugt að gera þetta svolítið svona aðgengilegt fyrir til dæmis aðeins yngri kynslóðir sem nenna kannski ekki að taka upp stórar og feita bækur og lesa. Já, vonandi verður þetta til þess að kynna þessa sögu fyrir fleirum en við vitum líka að einhverjir munu koma þarna bara til þess að skemmta sér og hafa gaman og munu ekki hafa hugmynd hver Sturla Þórðarson var eða eitthvað slíkt þegar þeir fara út og það er allt í góðu en við viljum líka kynna söguna fyrir fleirum og opna þess betur á hana með þessum nýju miðlunar leiðum. Frábært. Takk fyrir þetta, Heiður. Já, takk fyrir.